Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Þegar Þuríður Harpa lamaðist fyrir neðan brjóst, stóð hún á fertugu. Það var í apríl 2007. Viltu segja mér frá þessum örlagaríka degi? Já, ég get gert það. Þetta var nú bara eins og hver annan dagur. Bara eins og í lífi allara, að maður fer að fætur á morgni og kemur börnunum sem fætur og í skóla og svo er maður komin í vinnu fyrir 8 eða 8. Og ég rak á þessum tíma fyrirtæki Nýbrand á Sauðárkróki og grafískur hönnur og ég var að vinna þarna í skýrslu allan daginn sem var komin á deadline, mikið svona pressa og ég að vinna yfirvinnu svo eftir 5 svona við að finna sér að og hringir sambýlismaðurinn minn í mig og aðtók hvort ég geti komið að hjálpa honum, við þurftum að fara með hross yfir í Hegranes og það var bara dálítið gott að geta staðið upp og drifið sig í eitthvað allt annað og þannig ég segi bara já auðvitað og ég stend upp og hleyp út í bíl og geri heim og fer í reiðgalann og svo niður í hesthús og svo förum við að stað þarna með nokkur hross yfir í Hegranesið og ég var endur á hrossi sem ég hef aldrei riðið á áður og fannst hún svona dálítið óþægileg en ákvað að vera ekkert að hafa orð á því neitt sérstaklega og við erum komin uppi og yfir í Hegranesið og erum komin yfir veginn þegar hún bara tekur straugið og ég missi bara algjörlega kontról eða stjórn á henni og ég búin að losa mig úr ístöðunum því ég var búin að undirbúa mig fyrir að bara fara baki og ég ætlaði ekki að vera að dragast í ístöðum þegar hún svona stekkur út í mýri og sekkur með framfæturnar þannig að ég fer bara í svona boga yfir eðast fram fyrir mig dálítið langt og lendi á brjóstbakinu beint ofan á steinnöpu og ég sé bara fæturnar og ég sé bara það bara gerist svona og ég fattaði að það var eitthvað rosalega mikið að og kallaði á sambýlismann minn og baði hann að hringja í 112 og sem hann gerði og við biðum svo bara eftir því að sjúkrabíllinn kæmi og ég var ekkert kvalin eða neitt slíkt, þetta var bara rosalega svona allt í einu myndi ég allt sem hafði gerst allan daginn, hver einstu sekundu mínútu og ég sagði bara þetta allt saman einhvern búið að leiða mig inn í þetta sko. Hugsaðir það á meðan þú lafst hana? Já, þetta var stóð alltaf var allt rosalega skýrt sko í höfðinu á mér. En svo kemur sjúkrabíll og ég keyrð upp á Krók og þaðan fer ég með sjúkraflugu til Reykjavíkur. Ég komin þar ég man ekki 11 kvöldið og ég fer það búið undirbúið mig að fara beint í aðgerð. En svo vegna þess að læknirinn sem var á bakvakt sko, sem átti að skera mig, hann fannst ekki, það náðist ekki í hann og læknirinn sem var á vaktinni, hann var búinn að vaka svo marga klukkutíma að hann gat bara ekki skora mig, þannig að þá var ég látin bíða þangað til daginn eftir og mér finnst það alltaf aldrei svona óþægilegt að þetta skyldi hafa verið niðurstaðan 2007 að það var ekki hægt að ná í lækni og í öllu góðarinu og einhvern veginn. En hvaðan það ég allavega fer í uppskurðdaginn eftir þá kom í ljós að ég hryggbrotinn, mölbrotinn einn hryggjarliður 10, 7, 8 og 9 held ég hafi verið og þetta bara akkurat á brjóstbakinu. Og ég allavega mænan það illa farin svona marinn að þeir vissu ekkert hvort og þöldu eiginlega ekki víst að ég myndi fá mátt aftur en þeir sögðu náttúrulega alltaf, þetta getur komið tilbaka á einu ári og við verðum bara að sjá. Og ég var inn á spítala bara í 3 vikur og fyrir svo upp í Grensás og var þar þannig til í óttúber. Þá kom ég heim aftur. Og það komstu nú ekki gangandi heim? Nei, þá kom ég heim í hjólastól og var búið að kenna mér að fara á svoleiðis tæki og ég sagði nú ekkert að mér varst sko þetta svo, þegar ég var að stíga með að fara minn fyrstu skref í það að
taka hjólastól inn í bíl og keyra sjálf og eitthvað svona. Mér fannst ég bara vera í sirkusleik fyrir mig, sko. Ég geti bara vera að sýna æfingarnir á plani eða eitthvað. En þegar þú kemur heim, ef við förum hratt yfir sögu, þá eru þarna 3 börn og sambýlismaður sem bíða heim og gjörbreytt hlutverk hjá öllum. Já. Og það er það sem er alveg svakalega erfitt. Það er maður búinn að vera í bómull í einhverja mánuði og kemur svo heim og allt í einu að ég bara get ekki gert neitt heima með mér lengur. Ég get ekki vaska upp almennilega, eða þú veist, ég get ekki baka, ég get ekki elda og ég get ekki skóra gólf, ég get ekki þrifið og ég kem heim svona á þeim tímabil þar sem sko, næsta leiti voru jól eiginlega. Þannig að þetta var alveg svakalega erfiður tími að takast á við bara það hvað maður var gatlítið. Hvernig tókust þið á við þetta? Er einhver að hjálpa að fá? Nei, og það var það sem svona seinna meira maður svona gagnrýndi mest og gagnrýnir mest í okkar heilbrigðiskerfi sem við erum öll alin upp við að þetta sé svo ofsalega gott. Svo þegar við lendum í einhverju, þá er það rosalega gott að kerfið grípi mann og maður fer gegnum nauðsynlega læknisþjónustu og nauðsynlega endurhæfingu. Svona líkamlega. Já, en það vantaði algjörlega heila sálræna þáttinn í þetta og eftirfylgni bara, þú veist, og þarna er ekki bara ég að lenda í einhverju, þarna er heil fjölskylda að lenda í einhverju svakalega miklu, börnin taka á móti mömmu sinni í hjólastól og ég sem betur fyrir frekar kærulaus að upplægi þannig að þú veist, ég var ekki þunglynd en ég hefði getað komið heim opaslega döpur og opaslega þunglynd og opaslega reið og það hefði verið ennþá erfiðara fyrir fjölskyldunum að takast á við það. En ég kom ekki þannig heim og ég var líka svo heppin að ég gat farið í vinnuna mína aftur og þannig að ég var einhvers staðar gat ég haft eitthvað fyrir stafni. Og með hlutverk. Ég hafði hlutverk og maður þurfti aðeins að breyta það náttúrulega en sama. Bara, ég gat alveg unnið í höndunum og unnið með höfðinu. En þetta var náttúrulega mjög erfitt fyrir börnin mín og maka að takast á við. Hvað voru þau gömul? Stelpan var 12 og strákurinn 14. Hann var nýfermdur á miðjastrákurinn minn og svo var minn elsti 20. Þannig að þetta var bara þau voru ekkert endilega besta besta aldrinum en samt náttúrulega komin orðin stálpuð. En gátu þið talað mikið saman? Hvernig fórstu í gegnum þetta með þeim? Ég var ekkert mikið að ræða þetta, þú veist, ég held ekki maður fór bara einhvern veginn í gegnum þetta að reyna Frá degi til dags kannski? Já, þetta var bara frá degi til dags sem tók svona hverjum degi eins og hann kom og ég reyndi að láta þetta ekki hafa mikil áhrif á þeirra líf eða svona, þau voru ekki ábyrg fyrir mér en auðvitað samt tóku það á sig ákveðna hluti sem það hefðu kannski ekkert endilega þurft að gera og sem jafnaldra að þurfti ekkert endilega að gera, sko. Þannig að þetta var svona, og bara að fylgja mömmu sinni í hjólastól, inn í búð og svona, þetta er bara dálítið að svona... Verulega breytt hlutverk. Já, þetta er dálítið breytt hlutverk. Og þau hjálpa mér upp einhverja gangstéttir og eitthvað svona, þannig að þau eru komin í kannski einhver svona aðstoðar hjálpar manna þannig að það er ekki stað sem maður vill að börnin sín séu í, þó auðvitað séu þau gott að þau alast upp við það að geta hjálpað og aðstoðað. Talaðu eitthvað um það í dag, hvernig þessi tími var? Hafið þið farið í gegnum það? Nei, við höfum ekki gert það ekkert þannig nema það er svona, við höfum ekki gert það. Nei. Þetta var ekki að mæta þörfum ykkar fjölskyldunar þarna inn á Grensás. Hvernig myndirðu vilja sjá þetta? Ég held að væri mjög gott að það væri einstaklingur eða þess tengill inn á Grensás, þannig að við sem fjölskylda eða ég, allavega áður en ég fer út, maður hefði fengið, við hefum fengið einhvern tíma með sérfræðingum, sálfræðastoð og síðan þegar maður fara út á Grensás þá hefði maður tekið með sér símanúmer eða jafnvel bara að sérfræðingur hefði bara hringt í mig á 3 mánaða fresti og spurt bara hvernig gengur vegna þess
að þegar maður er inn á grensast þá er maður í bómulli sem ég sagði á hann og sérfræðingar vita það að þegar þú kemur heim þá lendur á vegg og það er bara spurning hvenær lendur einstaklingurinn á vegg og ég vissi það ekki þegar ég fór út að ég myndi gera það en auðvitað gerðum við það, við bara klestum á vegg, búin að fara á hnefanum í marga mánuði og loksist þegar við klestum á vegg þá bara fyrir maður að ringja hvar get ég eiginlega náði einhverja aðstoð fyrir okkur og þá er einhver aðstoð að hafa því að ég held að vera mjög nauðsynlegt að hafa sálfræðing sem er algjörlega sérhæfur í svona slysa áföllum fjölskyldu og þá þurfum við að hafa þetta fyrir börnin fyrir makan, fyrir jafnvel foreldra eða systkini því það er bara heil fjölskylda sem er undir yfirleitt. En þú ferð í vinnuna og heldur áfram og það er mikils virði að hafa vinnuna og geta einhvern veginn staðfestir sjálfum sér að hausinn sé klár. Já, og hafa bara vinnu orku að geta haft orku til þess að vera í starfi sem að krefst aldrei mikils alltaf öðru hvoru. En var ekki rosaleg orka sem fór í bara endurhæfingu? Jú, það var mikil orka sem fór í hana og ég reyndar það er bara tíminn að vera til að koma sér fætur á mótna, fara í sturtu og allt og bara allt þetta persónulega daglega sem maður fer í gegnum, fara svellarni og allt þetta tók orðið svo fyrir mig sem að mátti aldrei vera að því að staldra við í einhverju svona smáverkefnum. Sturta tók 5 mínútur þegar maður fann að taka hálftíma þá þetta var dálítið mikill tími sem fór í eitthvað sem maður hefði ekki þurft að eyða tímanum í áður. Þannig að þetta er svona, maður þurfti aðeins að endurstilla sig. Hvernig gekk það? Þetta bara gekk einhvern veginn. Þetta gekk bara einhvern veginn, bara ágætlega held ég. Áttu náttúrulega ekkert val? Nei, ég átti ekkert val og þetta var bara gangu annarkvort val, ég hafði bara val það annarkvort gat ég verið í einhverju niðursveiflu endalaust og döpur. Hefur öllu sem ég gat allt innu ekki gert eða ég gat reynt að bara takast á þetta og finna leið til þess að bara eignast eitthvað líf aftur því að mér fannst í alvörinu auðvitað mjög mikið af mér tekið sem það var auðvitað. Hvert sóttirðu styrk? Ég sótti hann kannski bara dálítið mikið í svona innávið, hvað það segja. Ég ólst upp náttúrulega, ég ólst upp austur Hornafirði og átti mikla tengingu við mína þar og við áttum oft svona ákveðna staði út í náttúrunni sem að hún fór með mig þegar ég var barn og ég fylgdi henni náttúrulega alltaf þegar ég var með henni. Þegar ég var heima hjá henni þá fórum við í alls konar fjallaferðir og labbitúra og það var ákveðin staður sem að henni var alveg gríðarlega kær og mér varst ógulega merkilt að fá að vera með henni þar. Hvaða staður var það? Sá staður heitir Valagil og er svona mikil gróður og það er lækur og þetta var bara að sittast þarna. Og þannig ég fór dálítið oft bara í huganum þangað. Og settist niður með henni í huganum. Gerði það. Voru foreldrar þínir í kringum þig á þessum tíma? Já, þau voru stóðu eins og klettur að baki mér, bæði pabbi og mamma og ég held að þetta hafi verið að þið tala hvað það er eftirfylgdin lítil með fólki sem lendir svona miklum áföllum að einmitt allt í einu kemur einstaklingur heim og foreldrar verða bara allt í einu að taka móti barninu sínu, fullorðnu barni í allt annarri mynd heldur en hefur verið í áður, allt öðru hlutverki og ég er elst af 6 systkinum þannig að ég hef alltaf verið ansi sjálfstæð og kannski ekki þess mikla hjálp í gegnum tíðina en þarna allt í einu þurfti ég að vera hjálp og aðstoð og þau stóðu svo alveg gríðarlega vel og pabbi bjó á Sauðárkróki og býr þar, mamma bjó í Reykjavík en hún dó núna. Og ef ég var fyrir norðan þá var pabbi og mættur klukkan fyrir 8 að veitardóna skafa bílinn fyrir mig og hjálpa mér upp í bílinn og fylgja mér niður í vinnu og koma mér út og inn. Þannig að ég var alveg eins og prinsessuna bönin ef svona orðið komast og svo þegar var fyrir stundina þá
var hjá mömmu því að hún var búin að útbúa allt þannig að ég gat nýtt mér salerni og herbyggi og allt þetta. Þannig að ég var náttúrulega eins og bara fordegra krakki eiginlega. En það nú kannski bara eðlileg viðbrögð foreldra að standa. Já, ég held það en þau voru bara einstök alveg hreint og eru. Við ætlum að draga andan aðeins hérna og sjáumst eftir smástund. Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Þegar Þuríður Harpa stóð fram fyrir því að þurfa að skrifa nýtt handrit af lífi sínu, orðin lömuð og komin í allt aðra stöðu, þá gerðist eitthvað. Þú náðir í styrkleikann í sjálfri þér heldur betur í þessum aðstæðum. Hvernig fórstu að því? Ég veit það ekki. Þetta bara, ég held bara að þegar maður í þessar stöðu, eins og ég segi, þá bara verður maður einhvern veginn að takast á þetta og þá á maður einhvern innri kraft og maður, á þessum tíma þá fannst mér þetta svona, þegar fólk var að eyða bara lífinu sinni í einhver svona, vera að ergja sig einhverjum svona smámálum, ergja sig á því hvort einhverju tók til herbygginu sinna eða ekki, sem foreldri sko, eða ergja sig á einhverju sem að skipti engu máli, að ég uppgötaði einhvern veginn hvað bara við erum ofta að eyða tilfinningum og orðum og athöfnum í svona eitthvað sem mér fannst engu máli skiptaður upp í staðið. Við viljum ekkert að vera að snúast í eða standa í einhverju ergelsi endalaust, þannig að maður fór svona meiri að reyna velja þær tilfinningar sem maður vildi einhvern veginn og réði við. Ég réði ekkert við eitthvað ergelsi á þessum tíma sko. Þannig að maður reynir bara að velja úr það svona besta og halda áfram. Já. Sambandið ykkar glíðnaði þarna á þessum tíma, var það ekki? Jú, það gerðist eiginlega kjölfar sko, var þetta gríðarlega erfitt og sambýlismaður minn hafði ekki fengið neina aðstoð til þess að vinna út úr þessu og þetta var mikið álag og hann tekur hérna við á móti sambýliskonu sinni í bara allt annarri stöðu, hann alltaf komin í umönnunar hlutverk og við fengum einhvern veginn enga aðstoð og þegar ég leitaði eftir henni þá var hann eiginlega bara ekkert að finna, þannig að ég held að okkar samfélag, heilbrigðis yfirvöld og pólitíkist bara leggjast alltaf á árar að breyta þessu og vera með miklu meiri eftirfylgni og skoða bara sálarlíf fólks. Við þurfum að fá stuðning, hvort sem það börn en þeirra sem að lendi í áföllunum eða foreldrar eða systkini eða makar. Það bara þannig og það lítur að vera betra fyrir okkar samfélag að fólk komist í gegnum svona hluti nokkurn veginn svona óskattað, öll fjölskyldan. Frekarna öll fjölskyldan sé hérna bara í einhverjum lendi út af sporinu. Því við eigum nóga fagfólki til þess að takast á við þetta með þeim sem lendi í þessu. Já, ég myndi nú halda það. Það til nóg af slíku fólki allt. Hvernig var þjónustan á Sauðárkróki í Skagafirði fyrir því á þessum tíma? Bara rosalega góð og ég segi bara að ég var alveg ofsalega heppin að búa í þessu samfélagi þegar ég lamaðist og þannig að það tók einhvern veginn allir utan um mig hvort sem að bara ókunnugt fólk sem þekkti ekki neitt og líka þess að ég þekkti og ég þurfti fyrsta skipti á æfinni að fara mæta inn á endurhöngastöðuna í sundlaugina og svona og þetta var bara, ég saknaði þessa tíma í dag þetta er bara frábært fólk og góður staður að búa á. Svo stegstu það að skrifa að fara að leita að einhverju lækningu eða var það ekki í sambandi við stofnfrumu rannsóknir og það? Sko ég lamaðist þarna 2007, 2009 þá var ég komin áramótin 2008-2009 þá ákveði ég bara það. Ég var búin að vera að fylgjast þarna með konu frá Bandaríkjunum hérna heilt ár sem var búin að vera í stofnfrumu meðferð út í Nýju Delí í Indlandi og hún hafði ekkert farið neitt svona bara án þess að skoða máli sjálf og hún var að segja frá hverjum degi og ég fylgdist með því á hennar bloggi og hafði samband við hennar svona og ég ákveða bara hérna áramótina að ég bara verða að gera allt sem ég get til þess að reyna að breyta þessu ef að ég hefði eitthvað möguleika á því að
fara í einhverju betri stöðu. Auðvitað langaði mér náttúrulega til að fara að labba aftur. Það var náttúrulega bara það sem dró mig áfram, þannig að ég geti staðið upp og ég geti þá allavega, þú veist, gert eitthvað meira heldur en ég gat gert. Og þannig að ég tek þessa ákvörðun og sækjum þetta til Nýju Delí, samband við lækninn þar og þessari klíník og fæði svo jákvætt svar og ég kom út þarna í endaðan ágúst, minni mig, já, endaðan ágúst 2009. Já. Og hvað urðu þetta margar ferðir sem fór? Ég fór 4 ferðir. Já. Og fyrstu ferðina var í 2 mánuði og næstu ferðir 3 var ég í mánuði einu. Og hvernig var þetta? Þetta, ég vissi sko ekkert hvað ég var að fara að gera. Nei. Ég hefði aldrei komið til Asíulanda neinna og var ekkert að leiðina þangað. Ég hafði bara engan sérstakann áhuga á þessari menningu, svo ég sé alveg svo er. Nei. Og þannig að þetta var einhvern veginn, ég bara ákvaði að vera ekkert að kvíða fyrir neinu. Ég bara að taka þessu þegar þetta kæmi. Og þetta var rosalega mikið menningarsjokk eiginlega, má segja. Og þú veist, þarna fyrir maður bara dálítið langt aftur þegar maður kemur þarna og það verður einhvern veginn fyrstu vikurnar. Ég kom með mér sjúkraþjálfur minn frá Grænlandsás og sko eftir fyrstu 4 eða 5 dagana þá sagði ég bara, heyrðu, þú veist, ég býð ykkur ekki lengur upp á þetta. Hvorki henni eða samfélagsmannum, nú bara förum við heim aftur, þetta er bara rosalegt. Já. Og þá svona taldi hún í mig gergi, nei, við skulum bara, við erum komin, við skulum bara, veist, en henni fannst þetta líka alveg ofboð. Já. Svo bara vandist maður segnin og eftir þess að maður kom oftar og þá fór maður að skilja þennan hugsunarhátt sem er þarna í gangi og mér fannst Indverjar bara, þú veist, þó að vera mikið frumstæðari aðstæður sem þeir eru þarna með eins og í endurhæfingunni, að þá tóku þeir mér allt öðruvísi heldur en endurhæfingin hérna á Íslandi og ég alveg sannfærð að sjúkraþjálfarinn í Íslandi sem að þjálfa fólk sem hefur lamast, þeir getur lært alveg gríðarlega mikið af Indverjunum því að þeir hvöttu mann áfram og þeir bara, þú veist, létu mig gera hluti sem að mér datt ekki huga ég gæti gert. Ég var látið skriða á 4 fótum sko, bara ég spurði, er þið ekki í lagi? Ég er lömuð, sko. Já. Jú. Þú getur þetta. Og gafstu þetta? Já, og svo gat ég þetta. En þetta var svaka erfitt og svona mikið puð og ég var líka á dínu sem að maður sökk sko onni, þannig að þetta var ennþá erfiðara fyrir vikið. En þetta var svona, það var margt sem að maður lærði og margt sem maður fór í gegnum og þetta var svona mjög lærdómsríkt og mjög þroskandi og maður sá margt þarna sem að maður hafði bara ekki haft hugmyndum áður. En hvað gerði þetta þér líkamlega? Þetta gerði mér nefnilega dálítið líkamlega. Ég get ekkert sagt um það hverju það var að kenna. Ég bæði fór í stofnfrumur og svo náttúrulega var ég í endurhæfingu. En það var allavega til þess að, þú veist, það urðu smá breytingar. Ég fór ekki að labba, en ég lærði að labba í spelkum og þetta hefði ég getið gert það hérna á Íslandi, en mér var ekkert sérstaklega ég var ekki hvött til þess. En þarna úti var ég hvött til þess og ég var fyrst smíðað á mér spelkur sem að náðu bara upp á höndum og svona þegar ég fór síðustu ferðina þá var ég í spelkum sem að það voru bara rétt bara rétt á lærunum. Og gafstu staðið þá? Já, og labbaði við göngugrind og ég gerði það ennþá í dag sko í minni sjúkraþjálfun. Þá að það sé nú orðið svona með öðru móti heldur en hjá þeim. Þetta maður svona gefur sér minni tíma orðið í dag heldur en maður gerði þá. En andlega, hverju breytti þetta fyrir þig? Þetta var bara ofboðslega erfitt og þetta er kannski á þessum tíma þegar ég að fara út fyrstu ferðirnar, ég fer fyrstu 2 ferðirnar og þá gliðnar á milli mín og sambýlismannsins og það var bara gríðarlega erfiður tími en samt sko er maður að taka alltaf við einhverju nýju inn í sitt, inn í sálina, þannig að maður svona, þetta gerði mér rosalega gott, við skulum bara segja það og
gerði mig mun sterkari og kannski meira svona hæfari til að taka við og bara sætta mig við ákveðna hluti. Bara í gegnum þá. Ef þú horfir núna aðeins tilbaka á þig fertuga og núna ertu, hvað, að verða 52, það má segja þegar maður lítur svona vel út eins og þú gerir. Já, einmitt. Hver var hún þessi Þuríður Harpa og hver er hún í dag? Sko, ég er bara sama manneskjan og ég var. Ég held að ég hafi alltaf verið dálítið svona kraftmikil og ég er ekkert eitthvað svona, ekkert mikið út á við, ég er meira svona inn á við kannski, en ég hef áhuga ákveðnum hlutum og ég fer þá bara geri ég það sem að, og þannig var ég líka og ég var enda miklu meira kannski auðvitað líkamlega, ég var mér var gaman að vera í einhverju svona sporti og eitthvað út að skokka og skíði og alls konar og fara í fjallgöngu fannst mér algjörlega dásamlegt sko og það var það sem ég ætlaði að fara að gera svo mikið þegar ég lenti í þessu. Það var bara, þá var börnin það stóri, ég gæti bara að fara að gera alls konar svona hluti og og fara í langar kannski hestaferðir og eitthvað svona en þannig að það breyttist en ég er ennþá svona þessi sami kraftmikli einstaklingur en ég öðlaðist að örugglega talsvert meira sjálfstraust heldur en ég hafði þegar ég var á þessum tíma fertug og bara er að gera það hluti í dag sem að mér hefði bara ekki órað fyrir sko og það var bara ekkert að leiðinni með, ég var bara mjög sátt í mínu lífi og bara í ákveðnum verkefnum og... En hvernig er þín staða í dag, svona líkamlega, hvernig ertu? Ég er náttúrulega aðeins farin að eldast, ég er aðeins farin að finna fyrir sliti í öxlunum eftir 12 ári í hjólastól en mín staða er góð, ég bara verð að segja það og ég hef það bara mjög gott. Ég er hamingjusöm og ég er glöð alla daga og bjartsýn eðlisfari eins og ég sagði og þannig að það er alveg líf eftir mænuskaða, algjörlega. En það er þessi baráttuandi í þér og nú erum við að tala þú ert orðinn formaður Öryrkjabandalagsins. Notarðu þennan baráttuvilja þar óspart? Já, ég geri það og reyni það og reyni að passa upp á að hann kom einhvers þar fram og þannig að það er, já, mér finnst við geta gert miklu betur Íslendingar í dag heldur við erum að gera og mér sýnist að við höfum farið bara dálítið aftur í sumum málum varðandi fatlað fólk og öryrkja frá 93. Hvernig er það? Þá er ég að tala um framfærslu fólks. Ef þú ert með strípaðan örorkulífeyri í dag, þá ertu með 248.000 krónur og síðan tekur ríkið af því skatta. Þannig að þú ert að sjá alveg gífurlega bara mikla fátækt og vonleysi. Það er mikil fátækt og mér finnst þetta alveg óbúðslega skrítin stefna vegna þess að ef við nærum fátækt í landi eins og Íslandi þá erum við ekki bara að setja einstaklingin sem að er öryrki eða fatlaður í þessa stöðu heldur við erum að setja börnin, við erum kannski börn og fjölskyldur í bara allt of vonda stöðu, við erum næra fátækt sem er bara algjör meinsemd. Og við sjáum þau í dag, það var nú skýrsla sem var birt í gær, á velferðarvaktinni, að það eru þau börn sem eru fátækust á Íslandi í dag, það eru börn fatlaðs fólks eða öryrkja og einstæðra mæðra og jafnvel einstæðra mæðra sem eru öryrkjar, þannig að þetta eigum við eigum ekki að hafa þetta svona. Eigum ekki að hafa þetta lokaorðin. Ég veit af því ég þekki þig að þú munt berjast áfram og ég þakka þér innilega fyrir að koma og deila þessari sögu með okkur og gangi sem allra best. Já, takk fyrir það.